skoða hvernig við fundum markgildi og það er annars vegar með Taylor-markliðum og hins með því sem heitir regla L'Hopital. Nú, þessi leið að nota Taylor-markliður, þetta er fyrir markgildi sem er að þessari gerð, 0 deilt með 0. Og þegar við erum að nota regla L'Hopital, þá virkar hún á markgildi það sem við erum með 0 deilt með 0 eða það sem við erum með plus mínus óendanlegt deilt með plus eða mínus óendanlegt. Þannig að þetta virkar bara fyrir þessi gerð af markgildum. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta virkar bara með því að reikna nokkuð dæmi. Byrjum á Taylor-markliðunum. Og við segjum, ég er með markgildi sem ég vil finna. Það er hérna markgildið þegar x stefnir á 0. Fyrir 2 sinnum sínus af x mínus sínus af 2x. Deilt með 2 sinnum e-veldinu x mínus 2 mínus 2x mínus x í öðru. Ok, mér gefið hérna eitthvað brot og ég ætla að skoða hvernig markgildið er. Ég veit að sínus af x stefnir á 0 þegar x stefnir á 0, þannig að teljarinn minn hérna er að stefna á 0. Og svo skoða ég það sem undirstriki, x stefnir á 1 þegar x stefnir á 0, þannig að þetta stefnir á 2. 2 haggast ekki þó x sé að stefna eitthvað og svo mínus, þannig að það stefnir bara 2 og 2x stefna á 0 og x í öðru stefna á 0. Þannig að undirstriki er líka að stefna á 0. 2 mínus 2 þarna. Þannig að ég er sannarlega með markgildi sem við skrifum að sé að þessari gerð 0 deilt með 0, skrifum þetta svona. Þá má ég nota Taylor-markliður og að því að ég er að skoða þegar x er stefna á 0, þá nota ég Taylor-marklið 0. Ok, ég ætla að nýta mig núna að ég þekki nokkrar velvaldar Taylor-markliður og ætla að setja þær hérna inn. Skiptum aftur inn í svartan bara og við byrjum bara skref fyrir skref. Við vitum úr töflu í bókinni og svona smátt og smátt þá man maður þetta, en maður getur alltaf að reikna út vegna þess að maður man hvernig formúlan fyrir til að reikna þetta út er. Við finnum sínus af x, hún er x mínus x í þriðja deilt með 3 hrópmerkt eða 6 og svo framvegis pluss villa af stærðargránu x í 5 ef ég tek ekki fleiri liði með. Og ég ætla að taka bara 2 liði, sjáum aðeins eftir af hverju þurfti ég bara 2 liði. Svo segi ég, ok, ef að þetta er Taylor-markliðan fyrir sínus af x, þá get þá fundið hvernig Taylor-markliðan fyrir sínus af 2x er. Þá er, af því að hvernig finn ég það, þá ger ég bara einfallega breytuskipt inn í þessa hérna, í staðinn fyrir að vera með x ári með 2x, þannig ég ger breytuskipti hér, 2x, breytuskipti hér, 2x í þriðja deilt með 6 hrópmerkt, pluss villa, stóra O, af, hérna getur maður hugsað sér að maður myndi setja inn 2x í veldinu 5 og þá myndi maður fá hérna 2 í 5 sinnum x í 5, en munum að þegar við erum með þetta O af x í enda, þá erum við með einhver fasti sinnum x í enda, við okkur alveg sama fastan hérna, þetta er spurning hvaða margfaldi af x við erum með. Þannig að hérna heldur þetta bara áfram að vera x í 5, villa af stærðargránu x í 5. Og við getum hugsað líka hvernig væri Taylor-markliðan fyrir sínus af 2x, það verður alltaf annarkværi liðið 0, þannig að stærðargráðan hlýtur að vera hérna x í 5 ef hér er x í 3. Og þetta get ég einfaldað aðeins með að segja hérna í staðinn fyrir að skrifa 2x í 3, þá segjum við 2 í 3 x í 3 og svo get ég einfaldað 2 í 3 á móti 6, fá hérna 4 á móti 3. Svona. Þá er ég komin Taylor-markliðuna fyrir sínus af x og sínus af 2x. Þannig að upp á striki er ég með 2 sinnum sínus af x mínus sínus af 2x. Þá er þá í þessu tilfelli 2 sinnum x mínus x í þriðja deilt með 6 pluss villa stærðargránu x í 5 mínus þessi hérna Taylor-markliða fyrir ofan, 2x og höfum bara svegan meðan við erum að skrifa upp liðina 1 í 1. Gerum 1 í 1 hérna. Þannig ég fæ 2x mínus 2x í þriðja deilt með 6
Plús villa af stærðargráðunni x í 5. Skiptir engum máli þegar margfaldur með 2, þetta er ennþá villa af stærðargráðunni x í 5. Mínus 2x plús 4x í 3 deilt með 3 plús villa af stærðargráðunni x í 5. Svo hérna er mínus, við getum líka alveg skrifað mínus hérna, en þá skulum við vanda okkur, með þess að x í villa af stærðargráðunni x í 5 mínus villa af stærðargráðunni x í 5 er ekki 0, heldur bara áfram villa af stærðargráðunni x í 5. Munum aftur, þetta er einhver fasti sinnum x í enda, þannig að ég tek og legg saman tvo svona gaura, eða jafnvel reiða frá hverjum öðrum. Úps, nú er vinnaðin uppi. Að þá fæ ég bara aftur fasti sinnum x í enda. Þetta getur verið hvaða fasti sem er aftur. Þannig að við fáum þegar við séum x í stærðargráð af o af x í 5 mínus o af x í 5, fáum við áfram o af x í 5. Eða það er plús á milli, það væri bara einu sinni þessi gaur. Svo erum við 2x mínus 2x, það er 0. Og við erum með mínus 2x í 3/7 plús 4x í 3/7. Þannig hvað erum við með 8/7, svo ég gerir samnefnt. Þannig 8 mínus 2, við erum með 6/7. Svona, við erum semst bara með x í 3. Ok, upp á striki í brotinu mínu er stendur semst x í 3 pluss villa stærðargráðunni x í 5. Þá skulum við skoða það sem er undir strikið hérna. Og segja, stór hluti er bara þegar margliða, mínus 2, mínus 2x, mínus x í öðru. Þetta er margliða, þurfum ekki að breyta þessi margliðu. Stendur eins og hún er og við þekkjum e í x-ta. Má skrifum hana. E í x-ta. Flettum henni upp eða við munum hana eftir nokkur skipti þegar sem við erum búin að hitta hana. Og fáum 1 pluss x í öðru deilt með 2 pluss x í 3 deilt með 6 pluss villa af stærðargráðunni x í 4. Og undir strikið var ég sem sagt með 2e í x-ta mínus 2 mínus 2x mínus x í öðru. Og við skulum setja þetta allt saman. Fáum við hérna 2 sinnum, gerum þetta bara hérna í línu fyrir neðan. 2 sinnum 1 pluss x í öðru deilt með 2 pluss x í 3 deilt með 6 pluss villa af stærðargráðunni x í 4. Mínus 2 mínus 2x mínus x í öðru. Þannig fæ 2, mínus 2 er 0. 2 sinnum x mínus 2x er 0. Það er ekki að vera eftir hérna. 2 sinnum x í öðru deilt með 2, það er x í öðru, mínus x í öðru, líka 0. Og svo 2 sinnum x í 3 deilt með 6, það er þá x í 3 deilt með 3, pluss villa af stærðargráðunni x í 4. Og aftur þurfum ekki að skrifa 2 sinnum, vegna þess að þetta er ennþá fasti sinnum x í 4. Pröfum nú að skrifa upp markgildið. Þetta var sem sagt teljarinn, nefnun, það sem var undir striki. Markgildið sem ég byrjaði með. Það var hér. Ég færi aðeins til að fá pláss. Þá getur sagt þetta er sama og markgildið þegar x stefnir á 0 fyrir þennan hérna gaur og skiptum út fyrir Taylor-markliðuna. Fáum x í 3 pluss villa af stærðargráðunni x í 5. Búp. Deilt með x í 3 deilt með 3 pluss villa af stærðargráðunni x í 4. Og núna ef við látum x stefna á 0, þá stefnir teljaran ennþá á 0 og nefnaran ennþá á 0. Sjáðu x í 3 stefnir á 0 og o af x í 5 stefnir líka á 0 þegar x stefnir á 0, vegna þess að við erum að tala um hérna fasti sinnum x í 5. Ok, þannig að við erum með 0 deilt með 0 áfram, en ég get einfaldað þetta. Ég get sagt, ég deili gegn með x í 3. Þá fæ ég 1 og fyrir ekki að munum eftir markgildinu.
Fæ x í þriðja deilt með x í þriðja er 1 og svo fæ ég villa af stærðargráðunni x í fimmta deilt með x í þriðja. Það er villa af stærðargráðunni x í öðru. Þannig að þetta er o af x í fimmta deilt með x í þriðja, var ég að segja, er o af x í öðru. Og þetta passar fullkomlega við að við hugsum að villan sé stærðargráðunni x í fimmta sé einhver fasti sem x í fimmta deilt með x í þriðja. Og styttist x-in út bara eins og með veldareglunum. Og við gerum þetta líka undir striki. Við fáum 1/3 pluss villa af stærðargráðunni x. Okay. Núna þegar x stefnir á 0, þá stefnir þessi á 0 og þessi stefnir á 0 og eftir stendur 1 deilt með 1/3 sem er 3. Og við erum búin að finna á markgildið. Þannig að við skrifum í staðinn fyrir að skrifa fallið, þá skrifum við Taylor-markliðunar og við skrifum þær upp með nægilega mörgum liðum til þess að eitthvað er eftir hérna þegar ég er búin að stytta út. Og það er aðeins að pröfa sig áfram í byrjun hvað maður þarf marga liði. Það er ekkert hættulegt við að taka of marga og maður lendir í vandræðum hann í lokin ef maður tekur of fáa. Svo ef ég hefði til dæmis verið með engan lið hér, þá hefði ég ekki verið með nægar upplýsingar fallið mitt til þess að geta sagt hvert það verið að stefna. Okay, og maður fær aðeins tilfinningu fyrir sig eftir sem að gera fleiri dæmi. Prófum að gera annað dæmi, en áður en ég geri það, þá ætla ég að kynna til leiks hina leiðina til að finna markgildið að þessari gerð, nefnilega reglu L'Hopital. Okay, segjum við sem er svona markgildið sem x er að stefna á einhverju tölu c og við erum með f af x deilt með g af x. Ef að bæði f og g er að stefna 0, ef ég er með markgildið að gerni 0 deilt með 0, svona, að þá má ég diffra teljaran og nefnaran, hvort fyrir sig sem sagt, og ég fæ áfram sama markgildið. Þannig að ef þetta hérna markgildi, seinna markgildi þar sem ég er búin að diffra teljaran og diffra nefnaran sér, ef það er til, nú þá er markgildi fyrir þetta upprununa f deilt með g líka til og það er sama tala. Okay, þetta gildir þetta er bara venjulegt ef hérna. Ef markgildið þegar x er að stefna á c fyrir f er það sama og markgildið þegar x er að stefna á c fyrir g, nefnilega bæði eru 0 og þeir mega líka vera plús eða mínus óandrætt, þannig að skulum segja bæði eru L, þar sem L má vera 0 eða L má vera plús eða mínus óandrætt. Þannig að ef ég er með 0 deilt með 0 eða óandrætt deilt með óandrættlegu, þá má ég nota þetta og líka mínus óandrætt deilt með mínus óandrættlegu. En þú veist, þeir verða að vera að stefna á sömu töluna. Þetta gildir fyrir öll föll f og g sem eru diffranlega á einhverju opnu bili milli a og b. Þannig að hvað eru forsendur fyrir að megi nota þetta? F og g eru föll frá skilgreind á einhverju bili frá a til b yfir í rundtölur. Þau eru diffranlega á bilinu. Og þannig að g mert af x er ekki 0 fyrir öll x á bilinu. Þannig að g mert fallið sem kemur hérna undir má ekki vera til dæmis fallið 0 sem er alltaf 0. Þannig þetta eru forsenduna fyrir við megum nota þetta. Fullin þurfa að vera diffranleg og afleiðan að því sem undirstriki má ekki vera alltaf 0. Nú, sönnunin er í bókinni fyrir þetta. Ég ætla að láta mig nægja að nefna bara og betri uppsetning á henni. Þetta er ekki til fyrirmyndar hérna, maður myndi ekki prenta þetta í bók, en í spjallinu er þetta í fínu lagi.
Sönnunin er í bókinni en ég ætla að láta mér nægja að segja ykkur að hún leiðir af meðalgildisetningunni sem er þessi undirstöðu setning sem við lærðum nýlega. Endilega kíkið í gegnum glósunar og sjáðu, getið fyllt svona sönnun, getið séð hvað er að gerast í hverju skrefi. Ekki hugsa hvort þið getið fundið hana upp, heldur bara hvort þið getið skilið hana. En við skulum pröfa hér að taka dæmi, þar sem við notum L'Hopital. Og hér birtist dæmi, markgildar x stefnir á 1 af ln af x deilt með x í öðru mínus 1. Nefnan stefnir á 0 þegar x stefnir á 1 og ln af x stefnir líka á 0 þegar x stefnir á 1. Þannig að við erum með 0 deilt með 0 markgildi. Við megum nota L'Hopital. Og L'Hopital segir, ég ætla að segja hérna hvað ég nota. Þetta er að sama og markgildið er x stefnir á 1 fyrir afleiðun af ln af x sem er 1 á móti x deilt með afleiðun af x í öðru mínus 1 sem er 2x. Og þetta átt að vera stefna 1. Nú get ég pröfað að láta x stefna 1 í teljaranum, það er 1 deilt með 1 og í nefnunum er það bara 2. Þannig að við erum komið með markgildið. Markgildið er hálfur. Og við pröfum fleiri dæmi. Markgildið þegar x stefnir á 0 frá hægri af 1 á móti x mínus 1 á móti sínus af x. Við látum x stefna á 0 frá hægri, þá er þetta hérna brotastefna á óendanlegt og sínus af x stefnir líka á 0 frá hægri, þannig að 1 á móti sínus af x stefnir líka á óendanlegt. Þannig að allt í allt er markgildi mitt óendanlegt mínus óendanlegt. Það er ekki skilgreint og ekki getum við nota L'Hopital hérna á þennan gaur af því að hann er eitthvað sem stefnir á 1 á móti x er eitthvað sem stefnir á 1 og stefnir á 0 hvort fyrir sig. Ef við tekum bara teljaran, hann stefnir á 1, nefnarinn stefnir á 0 þegar x stefnir á 0. Þannig L'Hopital á ekki við þar, en ég get kannski umskrifa þetta þannig að það verði þannig markgildi. Við pröfum að gera samnefnd. Og sjá, ef ég get skrifað þetta sem eitt brot, þá kannski á þetta við. Ég margvalda fyrra brotið með sínus af x, ég margvalda seinna brotið með x og þá er ég búin að gera samnefnd. Og núna kíkja ég á þetta og segi sínus af x stefnir á 0, x stefnir á 0, teljarinn sem sagt stefnir allt í allt á 0 og nefnarinn stefnir líka á 0 sinnum 0. Þannig að þetta er svo sannarlega 0 deilt með 0 markgildi. Það þýðir, samkvæmt reglu L'Hopital, að ég má diffra teljarann og diffra nefnarann og samt fá sama markgildi. Þannig að sínus diffra verður kósinus, x diffra verður 1, undir striki fæ ég x diffrað sinnum sínus af x ódiffrað pluss x ódiffrað sinnum sínus af x diffrað sem er kósinus af x. Og hvað gerist núna þegar ég læt x stefna á 0? Kósinus stefnir á 1, þannig að 1 minus 1 stefnir á 0. Sínus stefnir á 0 og x sinnum kósinus stefnir á 0 sinnum 1, þannig að nefnarinn stefnir líka á 0-ina. Og ég er engur nær með hvað markgildið er. En ég er með 0 deilt með 0 markgildi, þannig að ég má nota reglu L'Hopital aftur. Og við skulum merkja hérna hjá okkur hvað við gerum hér. Og hvað við ætlum að gera hér. Og við segjum markgildið þegar x stefnir á 0 frá hægri, kósinus x diffrað verður mínus sínus, 1 diffrað verður 0, sínus diffrað verður kósinus og x sinnum kósinus diffrað verður x ódiffrað sinnum kósinus diffrað pluss x diffrað sinnum kósinus ódiffrað, þannig að mínus, gerum þetta aftur, x ódiffrað sinnum kósinus diffrað, kom ekki alveg hana, pluss x diffrað sinnum kósinus ódiffrað. Og núna ef ég læt x stefna á 0, þá stefnir teljarinn á 0 og undir striki er ég með eitthvað sem stefnir á 1, þetta stefnir á 0 og þetta stefnir á 1.
En allt í allt stefnir þetta á 0 upp á striki og undir striki á 2. Og ef það sem er upp á striki stefnir á 0, nú þá er markgildið 0. Það er að segja ef það sem er undir striki stefnir ekki á 0. Og eigum við ekki að taka eitt hérna frægt markgildi í lokin. Eitt dæmi viðbót. Með markgildið þegar x stefnir á 0 fyrir fallið sínus af x deilt með x. Nú ef við látum bara teljarann nefna að stefna 0 þá sjáum við að þetta er 0 deilt með 0 markgildi. Þannig að við megum nota reglu L'Hopital. Og við fáum markgildið þegar x stefnir á 0, sínus diffrað verður kósinus, x diffrað verður 1 og allt í allt stefnir þetta þá á 1, eins og við reyndar vissum fyrir. Nú, við getum líka að pröfa að gera þetta með Taylor-markliðunum. Nú sínus af x einn af þessum þekktu markliðum og við getum sagt, nægir að taka bara einn lið með þessi, þetta er x. Munið, fyrsta stigs nálgun á sínus af x var bara x. Þá varum við með villu af stærðargráðunni x í 3. Og við deilum við x, það er nú þegar markliða. Nú einföldum við þetta. Fáum 1 pluss villu af stærðargráðunni x í öðru. Eftir sömu röksemdafærslu á áðan, við deilum í gegn með x og undir striki er x. Hérna deildi ég með x og hér deildi ég með x. Og ég lengi brotið sem sagt. Og nú læti ég x stefna á 0, þá er þessi hérna gaur klárlega stefna á 0 og eftir stendur 1 deilt með 1 sem er 1. Og sem betur fyrir fáum við alltaf sömu niðurstöðu þetta markgildi er 1. Þannig að hérna sjáum við tvær leiðir til að höndla 0 deilt með 0 markgildi og regla L'Hopital virkar svo líka á markgildi þar sem við erum með óendilegt deilt með óendilegu. Og við segjum þetta gott markgildin í bili.